Þá komið fjórða málið á dagskrá. Það lausaganga katta, til máls tekur bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég held að það sé óhætt að segja að málefni katta hafi fengið umtalsverða athygli síðustu misseri. Eins og umræðan og kannanir hafa sýnt okkur, þá eru mjög skiptar skoðanir varðandi lausagöngu katta og tvo mjög stóra hópa að ræða sem á öndverðum meiði í þessari umræðu. Þann 2. nóvember samþykkti meirihluti bæjarstjórnar að banna alfarið lausagöngu katta frá og með árinu 2025. Var það eftir þó nokkrar umræður og var þó nokkuð mikil breyting frá upphaflegri tillögu minni á þeim fundi. Ég stökk á þann vagn og að ganga lengra en ég persónulega hafði lagt út frá, en þó ekki eins langt og svo tillaga sem gekk hvað lengst sem var að banna lausagöngu katta frá næstu áramótum. Ef ég tala út frá mér, þá leið mér strax ekki vel með þessa ákvörðun og fannst við vera að ganga of langt án þess að prófa aðrar leiðir fyrst. Eftir fundinn bárust mér sem og líklega mörgum bæjarfulltrúum ótal skilaboð, ýmist með þökkum eða með yfirlýsingu óánægju varðandi ákvörðunina, sem lýsir sér í raun í því að afar skiptar skoðanir eru að ræða á þessu máli. Ég hef ávallt verið manneskja sátta og til að árangur náist best með því að miðla málum. Ég því komin hér upp í dag til þess að bera upp nýja tillögu og reyna að leita sátta í málinu. Við hér 11 í bæjarstjórn höfum mjög misjafnar skoðanir á þessu máli en höfum rætt að vilja sýna bæjarbúum gott fordæmi og stíga fram með eina tillögu þar sem flestir að gera málamiðlun á sínum persónulegu skoðunum. Þetta það sama og við erum að leita eftir að bæjarbúar geri, það að sýna sjónarmið annarra skilning og förum millileið í þessu máli til þess að ná fram einhverjum sátt. Ég búin að vera í samskiptum síðustu mánuði við mjög marga vegna þessa máls, tala við aðila úr báðum hópum, það að segja þeim sem eru með banni á lausagöngu katta og þeim sem eru á móti. Eins rætt við starfsfólk og dýralækna. Allir þeir sem ég hef talað við segjast sýna því skilning að eitthvað þurfi að gera og það þurfi að finna sáttammiðlunarleið. Ég ætla því að bera upp bókun samhliða því að við tökum fyrir breytingar á kattasamþykktum. Bæjarstjórn samþykkir að falla frá samþykkt meirihluta bæjarstjórnar frá 2. nóvember síðastliðnum að lausaganga katta verði alfarið bönnuð frá árinu 2025. Það ekkert launungarmál og hefur bæði komið fram í umræðu og könnunum að það eru afar skiptar skoðanir meðal bæjarbúa varðandi lausagöngu katta. Til þess að ná fram sátt í málinu þá samþykkir bæjarstjórn að samþykktum kattahald í Akureyrarbæ verði breytt með það að markmiði að sem flestir geti vel við unað. Bæjarstjórn samþykkir því að gerðar verða breytingar á 2. grein samþykkta kattahald þar sem sett verði inn tilmæli snúa að varptíma fugla, auk þess sem sett inn að lausaganga katta verði ekki heimil að næturlagi frá klukkan 24 til 7 og taki það ákvæði gildi frá og með næstu áramótum. Jafnframt leggur bæjarstjórn ríka áherslu á að nú þegar verði markviss vinna sett í það að framfylgja samþykktunum með sérstakri áherslu á ábyrgð eigenda og skráningarskyldu. Bæjarstjórn samþykkir framlagða tillögur breytingar á samþykktum kattahald í Akureyrarbæ og vísar til síðari umræðu og endanlegrar afgreiðslu bæjarstjórnar. Bókun lýkur. Eins og kemur fram í bókunni stendur til að fara í átak í þessum efnum og hafa starfsmenn nú þegar sett fram hugmyndir hvernig þeir telja best að fylgja því eftir. En að lokum vil ég segja að hér í bæ fullt af ábyrgum kattaeigendum sem passa upp á að framfylgja öllu því sem í kattasamþykktum. En við verðum að fá alla kattaeigendur með í það að sýna ábyrgð, þannig að lausaganga katta hætti að vera bitbein á milli bæjarbúa. Það bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið máli sínu. Orðið laust. Sem fleiri. Þarf ekki bera upp bókun.
Er nóg að senda? Jú, verður að byrja það upp. Já. Ætlar að fá orðið. Já, en ertu búin að senda breytingar? En þú veist, að því að það eru... Ég ætla ekki að gera nema einhver myndi bóka. Ég er búin að segja það skýrt áður að þetta ekki... Við erum ekki sammála þetta. Það er bara að bóka. Þá bara byrjum orðið. Næst hefur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta er nú meira málið. En þar sem að það telst réttast að koma hingað upp og leggja fram þær bókanir sem að stendur til að hafa með þessari umræddu samþykkt, að þá ber ég upp fyrir hönd mín, Heimis Haraldssonar, Höllu Bjarkar Reynisdóttur og Janúmi Salómi Ingibjargar Jósefsdóttur eftirfarandi bókun. Okkur hefði þótt réttar að fallið hefði verið alfarið frá þeirri ákvörðun sem tekin var þann 2. nóvember og leggja í kjölfari áherslu á að fara í fyrsta sinni í það verkefni að framfylgja gildandi samþykktum. Við teljum hins vegar svo breyting sem lögðu til að samþykktinni vera tilraunina virði í því að sætta sjónamið enda til mikils batnaðar frá fyrri ákvörðun. Enn fremur legg ég, Halla Björk Reynisdóttir, Heimir Haraldsson, Jana Salómi Ingibjargar Jósefsdóttir, Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir, Eva Hrund Einarsdóttir og Guðmundur Baldvin Guðmundsson fram eftirfarandi bókun. Við viljum fela umhverfis- og mannvirkjasvið að kanna í fullri alvöru hvort að fært sé að koma á samstarfi rekstur dýraathvarfs í heppilegu húsnæði, enda er að ræða þarfa þjónustu varðar skyldur sveitarfélagsins. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu, orðið er laust. Næst hefur til máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er nú allt samkomulagið sem fer hér fram. Að fólk neyðist til að bóka til að sýna fram á að það er ekkert samkomulag í þessu. Og ég ætla bara að taka skýrt fram að ég vilja sjá miklu meiri sátt í þessu máli til handa þeim sem að styðja bann við lausagöngu katta. Og þá ég vilja sjá að við höfum bannað lausagöngu í varptíma fugla. Og í ljósi þess ætla ég að bóka líka í þessu máli. Og bókunin hljóðar svo, ég vilja sjá okkur ná meiri sátt í þessu máli til handa þeim sem styðja bann við lausagöngu katta og banna lausagöngu einnig yfir aðalvarptíma fugla. Það er bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson lokið máli sínu, orðið er laust. Næst hefur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur. Ekkert afsakið því. Orðið er laust sem sagt undir þessum lið. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt bókun sem að Eva Hrund las hér í upphafi, gefum merki. Já, hinar eru bara bókanir við þennan lið. Þannig að það eru þá 11 sem samþykkja þessa niðurstöðu og 10, já, fyrirgeðu. Ég gera þetta aftur bara, þeir sem samþykkja, gefum merki. Ég er að hugsa að taka 5 mínútna hlé á fundi. Þá set ég fund aftur og við varum komin að því að greiða atkvæði tillögu sem að bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lagði hérna fram fyrir hönd bæjarstjórnar. Þeir sem geta samþykkt hana, gefum merki. Það eru 11.